Gott fundarfólk og gott kvöld. Velkomin á framboðsfund í Hvolnum, í Rangárþingi eystra. Ég þakka framboðunum fyrir það traust sem þau sýna mér að stýra hér fund í kvöld, en ég heiti Valtýr Valtýsson og sveitarstjóri í Ásarhreppi. Áður en við byrjum að raða frambjóðendum hér eða framboðum upp í pallborð, þá ætla ég að draga röð og það verður sama röð sem verður framsaga. Og þá erum við komin fulltrúa frambóða í pallborð og ég ætla að biðja þau að kynna sig. Það eru mikrofónar á borðunum. Hver og einn kynni sig stutt hver þau eru, fyrir hvað frambóði standa og hvað þau eru. Bara stutt og laggott. Og við byrjum á N-listanum. Góð kvöldið. Inger Erla Thomsen heiti ég og skipa annars sæti N-listans. Ég stjórnmálfræðingur og búsett hér á Hvolsvelli ásamt sonum mínum tveimur og Kára Benunni, kærastónum mínum. Ég heiti Tómas Birgir Magnússon og fæddur og uppalinn í Skógum. Kona mín Valborg Jónsdóttir, 3 börn, menntaður íþróttakennari en starfa í ferðaþjónustu og hef verið í sveitarstjórn á fráfarandi kjörtímabili. Já, góða kvöldi. Ég heiti Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir. Ég bóndi og bý í Stórumörk undir Eyjafjöllum. Ég gift Eyvindi Ágústssyni og við höfum 3 börn. Ég heiti Anton Kári Halldórsson, starfandi sveitarstjóri hjá Rangárþingi eystra og hefur verið það undanfarin 4 ár. Ég bý á Sunnuhvoli í Hvolhreppi hinum forna og giftur Kristínu Bjarnveigu Böðvarsdóttur og á 3 börn. Ég heiti Gunnhildur Þórunn Jónsdóttir. Ég bý hérna á Hvolsvelli með manni mínum eða sambýlismanni og við eigum 5 börn alls á öllum aldri. Ég bóndi, ég sjúkraliði og vinn á kirkjuhvoli yfir vetrartímann og myndlistakona, svona inn á milli. Ég á sauðfé og hross og geymi þau í Berjanes í Vesturlandi. Þannig að ég svona sveitatúta og þorpari. Já, komið sæl öll. Ég heiti Rafn Bergsson og skipa fyrsta sæti hjá B-lista. Ég bóndi, bý í Hildisey í Austurlandi, rek þar kúabú ásamt eiginkonu minni Maiken Eggumfeld Jörgensen og við eigum 2 börn. Við þökkum fulltrúum frambúðana fyrir góða kynningu og þá hefst leikurinn. Og fyrst það N-listinn, Tómas Birgir Magnússon, sem ætla að hafa framsögu. Hann fær 5 mínútur og ég mjög strangur á tíman. Það komar gul spjöld og svo rauða spjaldið í lokin. Fundarstjóri og íbúar og aðrir gestir. Gaman að sjá hvað eru margir komnir hér saman í kvöld. Já, eins og kannski kom fram áðan að þá
er ég einn af fulltrúum N-listans sem í rauninni óháð framboð. Við erum ekki bundin pólitískum stjórnmálasamtökum. Þetta þá í rauninni annað skipti sem að N-listin býður fram í sveitarstjórnarkosningum hér. Og við erum svo sem bara góð blanda af fólki með alls konar reynslu og menntun og bakgrunn og okkur langar bara til þess að halda áfram að vinna að því að gera þetta góða samfélag sem við höfum ennþá betra. Ég ætla nú kannski ekki að eyða miklum tíma í að tala allt þetta frábæra sem hefur gerst og allt þetta sem kannski við glemdum að gera eða náðum ekki að gera. Það svo sem kannski bara rekstur sveitarfélagsins hefur verið góður og það hefur verið góð samvinna í sveitarstjórn, tekjur hafa aukist, fjárfestingar hafa verið meiri og fyrir mitt leyti að þá bara gaman að fá að vera hluti af sveitarstjórn. Maður kynnist svona einhvern veginn samfélaginu kannski frá annarri hlið og mér langar bara að þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins fyrir velunnin störf og líka bara að þakka íbúum fyrir samstarfið á þessum árum sem að líða. En svona kannski, maður nú að eldast og eftir því sem að held ég árunum fjölgar að þá einhvern veginn gerir maður sér grein fyrir því að hvað svona mikilvægt að búa í góðu samfélagi eða tilheyra í samfélagi. Það held ég það sem skiptir mestu máli. Og Rangárþing eystra, þetta vaxandi samfélag, samfélagið hefur tekið töluverðum breyting bara á síðustu árum og það hefur atvinnutækifærum hefur fjölgað og ég held að svona lífsgæðin bara séu almennt mjög góð. Mér finnst svo sem að við eigum bara að vera stolt af því að búa í þessu samfélagi og við þurfum að vera bara öll tilbúin til að vinna að því að gera það sterkara og nýta tækifærin sem eru í því. Liðin tíð, það náttúrulega saga og við eigum kannski ekki eyða of miklum tíma að dvelja þar, heldur getum við lært af henni, en við eigum að einbeita okkur af því sem framundan, næstu vikur, mánuðir og áratugir jafnvel. En það líka bara eðli samfélaga að breytast og þróast. Við þurfum að grípa þennan bolta, við þurfum að sýna skynsemi, við þurfum að sýna ábyrgð gagnvart hvert öðru, gefa af okkur og taka þátt, styðja við menningu, íþrótta og æskulýðsstarf og það sem í gangi í samfélaginu okkar. Sveitarfélagið þarf að bjóða upp á sterka innviði og góða þjónustu og skapa aðstæður þar sem mannlíf og atvinnulíf getur vaxið og dafnað. Sveitarfélagið okkar sem betur fer, það fjölbreytt, hvort sem það kemur að búsetu eða náttúru eða menningu eða uppruna og við þurfum bara að fagna þeim fjölbreytileika og þessu litríka samfélagi sem við búum í. Við þurfum að vera fyrirmynd fyrir hvort annað og hvetja hvort annað til dáða, hrósa hvort öðru fyrir það sem við gerum vel og líka hjálpa hvort öðru og leiðbeina þegar á þarf að halda. Ég bara ætla að enda þetta á því að ég vona að við fáum bara áfram tækifæri til að vinna að því að gera þetta samfélag betra og byggja upp og byggja á því sem að vel hefur verið gert og læra af því sem hefði mátt betur fara og laga það. Takk fyrir mig. Við þökkum Tómasi fyrir hans framsögum og hann stóð sig alveg með stakri prýðu, 4 mínútur og 20 sekúndur. Vel gert. Anton Kári, gjörðu svo vel. Komið sæl. Gaman að vera með ykkur hérna í kvöld og fjölmennt að vanda.
glemdi kannski að minnast á það áðan. Ég er náttúrulega fulltrúi D-lista og annar lýðræðissinna hér í kvöld. En, já, hvað ég segja, 4 ár í pólitík er mjög stuttur tími, þó svo stundu sé sagt að vika í pólitík sé langur tími. En hingað erum við komin og mér langar bara til þess að byrja á því að þakka fyrir traustið. Það hafa verið forréttindi að fá að starfa með þessu flotta fólki í sveitarstjórn, með flotta fólkinu í sveitafélaginu okkar, íbúum og starfsmönnum og já, ég skil þakklátur við þetta kjörtímabil. Við erum að koma út úr farsælu meirihlutastarfi með N-listanum. Það hefur gengið virkilega vel á kjörtímabilinu og almennt verið góð samvinna í allri sveitarstjórn. Við þurfum á því að halda í svona litlu sveitafélagi eins og okkar. Við þurfum á samstöðu að halda alveg þvert á flokka og það kannski sýnir sig eins og á þessu kjörtímabili hversu mikið við höfum gert og samstaða vel flest mál. Eins og ég segi, það hefur mikið gerst á kjörtímabilinu, bæði innan stjórnsýslunar, sem sagt innan stjórnsýslustigsins og svo í framkvæmdum. Ég ætla svona rétt aðeins, eins og í stjórnsýslunni sjálfri, við innleiddum í rauninni nýjar samþykktir og þannig að það urðu talsverðar breytingar í nefndarstörfum, í byggðarráði, sveitarstjórn, við fjölguðum fundum og gerðum meiri skilvirkni. Aðgengi að gögnum var betra, bæði fyrir kjörna fulltrúa og fyrir íbúa. Við innleiddum útsendingu á fundum sem reyndar eru mestmegnis notað í þorrablótsatriði en stundum gott engar síður og upplýsandi fyrir íbúa. En ég verða aðeins kannski að rifja upp fortíðina líka og það sem Tómas svona skautaði yfir, það hefur afskaplega mikið gerst og ef ég á bara að nefna svona það helsta sem mér dettur í hug, Viss komið í nýtt húsnæði, frábær starfsemi sem þar rekin, búsettukjarnir fyrir fatlaða, vísu sést ekki mikið eftir skóflustunguna sem við tókum núna í vetur en framkvæmdir að hefjast núna í maí og verður tilbúið í mars, búið að berjast mikið fyrir þessu. Fastir samningar hjúkrunarrými og kirkjuhvoli, það hefur sveitarstjórn í ekki 20 ára að tala fyrir að ná í gegn og er nú komið. Gatnagerð víðsvegar í sveitarfélaginu, mikið byggt og mikla framfarir. Bílastæði við Skógafoss, frábær framkvæmd, umdeild en hún á eftir að verða góð og við höfum eftir að læra mikið. Ég held mín kenning er sú að ferðaþjónustan á eftir að verða okkar stóriði hér í Rangárþingi eystra og íbúar innan skamms fá alveg að njóta þess í bara öflugu sveitafélagi líkt og sjávarútvegs sveitafélagi og fleira. Nýr leikskólinn Aldan var tekinn í notkun 23. Frábært mannvirki í alla staði og ég held að sé bara það mikil sátt í samfélaginu meðal allra með það mannvirki og tekið til fyrirmyndar víðsvegar. Frístundastyrkur kominn á, aukið fjármagn til íþróttafélaga, uppbygging íþróttamannvirkja og fleira. Svona geti ég eflaust haldið lengi áfram en Valtýr sagði mér að hann væri stífur á tíman. En eitthvað kostar þetta auðvitað allt saman og hvar stöndum við þá í dag eftir þetta kjörtímabil? Jú, staðan er sú að við stöndum bara býsna vel. Sveitafélagið hefur sjaldan eða aldrei staðið eins vel hvað fjármál varðar. Við skiluðum miklum afgangi, skuldahlutfallið lágt og við erum tilbúin í næsta kjörtímabil. Þannig að núverandi sveitarstjórn, hún skilar af sér gríðarlega góðu búi, sama hvernig fer hér eftir kosningar. Af því að það er mikið inni og við getum, bara aldeilis spýtt í lófana. Þetta skýrist fyrst og fremst, eða meðal annars, út frá gríðarlegri íbúafjölgun á síðasta kjörtímabili. Okkur hefur fjölgað 397. Í byrjun kjörtímabils vorum við 1892, en eru núna tölurnar reynda síðan í gær, 2289. Það er 100 manns á ári. Þetta skilar sveitafélaginu tekjum ásamt öðrum hlutum og aukna byggingar og fasteignagjöld og fleira. En nú er líka komið svo tími og þau tímamót að við getum farið að skila verulega tilbaka. Þannig að nú þurfum við og næsta sveitastjórn þarf að horfa virkilega til þess að einbeita sér að því að lækka álögur á íbúa. Af því að nú er tækifæri til þess. Þó svo séu gríðarlegar innviðaframkvæmdir framundan og við munum ekkert slá slöku við hvað það varðar. En nú er akkurat gula spjaldið, ég er litblindur. Ok, les. En þannig að ég held að sama hvernig þetta fer allt saman að þá skilum við góðu búi. Ég ætla svo sem ekkert að ílengja þetta. Ég bara treysti engum betur en íbúum í Rangárþingi eystra til þess að taka upplýsta ákvörðun á kjördag. Við viljum endilega halda áfram í þjónustu við ykkur og viljum gera það vel. Þannig að sá á kvölina sem á völina. Þetta er í ykkar höndum. Takk kærlega.
Takk fyrir, Anton Kári. Þú stóðst þig líka mjög vel. 5-0-0. En þá það Rafn, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, frambjóðendur og ágætu gestir. Eins og fram hefur komið, þá heiti ég Rafn Bergsson og skipa fyrsta sæti á B-lista Framsóknar og annara framfara sinna hér í Rangárþingi eystra í komandi sveitarstjórnarkosningum. Listin okkar skipaður öflugu fólki með fjölbreytta menntun og reynslu sem kemur að víðsvegar úr sveitarfélaginu sem koma til góða á komandi kjörtímabili. Við teflum ekki fram sveitarstjóra efni en við ætlum að auglýsa stöðu sveitarstjóra og ráða eftir faglegu mati hæfan einstakling til að stýra daglegum rekstri sveitarfélagsins. Rangárþing eystra einstakt samfélag sem býr yfir fjölbreyttum möguleikum. Við viljum leggja áherslu á fjölskylduvænt samfélag þar sem þjónusta við íbúa og góð og fjölbreytt þar sem þjónusta við íbúa góð og fjölbreytt og öflug atvinnulíf blómstrar. Rangárþing eystra eitt besta landbúnaðar hérað landsins, auk þess sem við eigum margar af helstu náttúruperlum landsins. Tækifærin í landbúnaði og ferðaþjónustu eru því mikil í okkar sveitarfélagi. Þessu til viðbótar þurfum við að stuðla að því að fjölbreyttari atvinnutækifæri byggist upp hér í sveitarfélaginu. Nú svo komið að grunnskólinn okkar orðinn full nýttur og sprunginn pláslega og nauðsynlegt að hefja vinnu við stækkun hans nú þegar. Við leggjum áherslu á að við þá vinnu verði vandað til verka og starfsfólk skólans verði haft með í ráðum strax frá fyrsta degi, líkt og gert var þegar við byggðum leikskólan Ölduna og tók svo framkvæmd einstaklega vel og mikil ánægja með þá framkvæmd. Vegaframkvæmdir í sveitarfélaginu okkar hafa verið allt og litlar á líðandi kjörtímabili. Og þá sama hvort horft til nýframkvæmda eða viðhalds vega og finnst manni hreinlega að okkar sveitarfélag hafa orðið út undan þegar kemur að vegaframkvæmdum. Þessu viljum við breyta með þéttara samtali og meiri þrýstingi á samgönguyfirvöld til að flýta nauðsynlegum samgöngubótum. Einnig þarf að huga að fjarskiptasambandi sem sumstaðar hefur versnað undanfarið með niðurlagningu 3G-kerfisins og sömu sögu að segja raforkuöryggi sem sumstaðar í sveitarfélaginu alls ekki nægilega gott, þrátt fyrir að við eigum að búa við nokkuð góðar aðstæður veðurfarslega og annað slíkt. Allt eru þetta hlutir af grunnþjónustu sem verður að tryggja því þeir eru grunnforsenda blómlegðra byggðar í dreifbýlinu. Viðhald og umyrða eigna sveitarfélagsins hefur ekki verið nægilega vel sinnt hjá núverandi meirihluta NUD-lista. Þetta sést til dæmis glöggt á félagsheimilunum okkar sem hafa látið verulega á sjá og umhverfi þeirra ekki til sóma. Einnig hafa mjög margir íbúar nefnt í samtölum síðustu vikna ástand gangstétta í þorpinu. Miklar skemmdir á þeim, þær eru ósléttar og holóttar og mjög víða vantar rampa upp á þær eða þeir eru ekki nægilega góðir. Og í raun illfærar fyrir þá sem nota hjólastól, rafskutlur eða annað slíkt. Þessu ætlum við að breyta og stórauka viðhald fasteigna og innviða. Einnig viljum við fara í átak til að bæta ásýnd sveitarfélagsins í heild og stuðla að bættri umgengni. Fjárhagur sveitarfélagsins traustur og rekstur undanfarið hefur gengið ágætlega. Því hefur verið svigrúm í rekstri til að sinna viðhaldi og framkvæma allt nokkuð. Enga síður staðan sú að síðustu ár hefur ekki náðst að koma til framkvæmda töluverðan hluta af þeim framkvæmdum sem lagt upp í fjárhagsáætlunargerð. Til að taka eitt dæmi hefur í nokkur ár í röð verið gert ráð fyrir fjármagni til að meta ástand vatnsveitna í sveitarfélaginu og gera viðhaldsáætlun til næstu ára, sem sannarlega komin tími á því þær eru mjög orðnar gamlar. Þetta hefur enn ekki komist til framkvæmda og frestast ár eftir ár. Þó gott getur verið að spara, þá vont að spara í viðhaldi þar sem það þýðir oftast meiri kostnað til framtíðar. Þessu ætlum við að breyta með markvissari áætlunargerð og betra skipulagi til að koma verkefnum í framkvæmd.
Hér hef ég aðeins tæft á nokkrum af þeim málum sem við ætlum að leggja áherslu á næsta kjörtímabili og hvet ég ykkur til að kynna ykkur málefnaskrá okkar sem hefur verið dreift inn á flest heimili sveitarfélagsins. Að lokum, ágæti kjósandi, að þessu sinni valið einfalt. Viljirðu sjá breytingar, þá seturðu X við B á kjördag. Takk fyrir mig. Þakkaði fyrir að allir framsögu menn, þeir stóðu sig með stakri prýði. Þá komið svona næsta fasa fundarins, en þá sem sagt opnað fyrir mælendaskrá og sá háttur verður hafður á að við söfnum aðeins í sarpinn spurningum frá ykkur og sá fyrsti sem svar verður í sömu röð og framsagan, en síðan þegar við komum að næstu lotu að þá rúlar þetta. Þá verður það númer 2 og svo númer 3. En við stefnum að því að ljúka fundi klukkan 9:30 á mælendaskránni, en hvert framboð fær síðan 2 mínútur í lokin til þess að ljúka fundin. En nú opna ég fyrir mælendaskrá og Ingveldur með mikrofón og ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur og tala í mikrofón. Og þið takið niður spurningar. Gjörðu svo vel. Nú að gera vera ekki feimin. Góða kvöldið. Elín Fríða Sigurðardóttir heiti ég og bý hér í sveitarfélaginu. Ég með spurningu til framsóknarmanna. Af hverju teljið þið framsóknarmenn að þessi faglæra ráða sveitarstjóra og hvaða hæfniskur og matsviðmið munu þið setja við umsækjendur? Síðan önnur spurning til meirihlutans. Lóðir í 9 götunni Bergþóragerði voru auglýstar til úthlutunar í janúar. Við úthlutun áttu að afhenda lóðirnar 15. apríl og það ekki enn búið að afhenda þessar lóðir. Hvað með upplýsingaflæðið í sveitarfélaginu? Þurfa íbúar alltaf að ganga eftir svörum. Takk fyrir. Eru ekki fleiri sem vilja kasta fram spurningu til frambúðana? Jú, hérna rétt. Góða kvöldið. Daniel Gunnarsson heiti ég og mig langar að bera fram hérna smá, ég er að reyna að vera stuttorður alltaf. Þegar ég ólst upp hérna í þessu sveitarfélagi á miðja síðustu öld, þá var aldrei minnst á dýri ref. Og þegar ég keypti mér hérna litla jörð fyrir 20 árum, þá var aldrei nokkuð tíman heldur minnst á refin. Fyrir 5 til 8 árum fór það að breytast og þetta orðið plága. Ég vil endurtaka að þetta alveg orðin plága í sveitunum. Ég er ekki alveg viss að þeir sem búa hérna í þjóttbylnu og eru þar, lifa þar og hrærast, að þeir átti sig á því hversu mikið plága þetta er. Mér langar að vita, ég held að menn átti sig ekki á því, sko, þetta meindýr, það veður það drepur, orðrámurinn sá að það drepir lömb, það ráðist á fé, hrekir það í skurði, allavega það slekkur fuglalíf. Mófuglinn heyrist ekki orðið í honum. Þannig að ég ætla bara að spyrja þess ágætu formin frambóðana, hvað ætlar flokkurinn ykkar að gera eða frambóðið ykkar að gera í þessari óværu á næsta kjörtímabili? Það hefur verið ekki nógu vel staðið að þessu hingað til. Það hafa verið notaðar mjög gamlar aðferðir sem hafa verið eins í 100-200 ár. Það hafa verið fengnir góðir menn og ég er ekki að kasta rýrið á þá. Þeir gera þetta í frítímanum sínum á kvöldin og helgar. En það er bara ekki, það hefur breyst svo margt á öllum þessum árum að þessi vinnubrögð dugðu þegar að frítími var ekki til, hugtaki frítími var ekki til og fjölskyldu samvera var heldur ekki til.
Það fórnar engin tímanum sínum í dag fyrir nokkur refaskott. Það verður að ráði í þetta mannskap þegar að veiðitíminn er bestur og gera í þessu átak. Þetta eru 100 kvíkinda hér allt. Takk. Takk fyrir. Eru ekki fleiri sem vilja kasta fram spurningum? Jú, gjörðu svo vel. Góða kvöldið. Guðrún Inga Sveinsdóttir heiti ég og bý í Sveitarenda. Það verður alltaf að fara fram hjá neinum sem sitja hér fyrir svörum að íbúar austur í Enda eru vægast sagt mjög óánægðir með deiliskipulagið félagsheimilið og gjaldtöku á plani hússins. Spurningin er til allra framboða og ég óska eftir að svarið verði stutt, aðeins já eða nei. Arkitekt deiliskipulagsins við Fossbúð er tilbúin til að finna aðra lausnir sem íbúar geta sætt sig betur við. Eru þið tilbúin til að skoða það í fullri alvöru núna á næstu dögum og ræða við hann hugsanlega breytingar? Takk fyrir. Þakka fyrir. Og nú held ég að við leyfum framboðunum að svara þeim spurningum sem eru komnar hér fram og þá getið þið fundargestir góðir íhuga næstu spurningar. Gjörðu svo vel. En listinn fyrst. Já. Heyrið ekki í mér, jú. Já, takk fyrir allar þessar góðu spurningar. Kannski fyrst, það var nú beint þarna til B-listans varðandi sveitarstjóra og við höfum það á stefnuskrá okkar að ráða sveitarstjóra. Svo sem eins og síðast. Og ég held að það sé svona kannski þegar kemur að því að auðvitað skiptir máli svo sem hver niðurstaða kosningarna verður og allt það, en ég held að það sé bara rétta leiðin til að skoða. Varðandi upplýsingaflæði, það var Bergþóru gerðið. Ég held svo sem bara að við getum alltaf bætt það og já, veitt betri og nákvæmar upplýsingar og ég held að það sé svo sem allir að vilja gera til þess að gera betur þar. Ég svo sem verð nú bara að viðurkenna, ég þekki nú ekki af hverju þetta hefur tafist, en get svo sem komist að því ef að það kemur ekki fram hér í kvöld. Voru ekki refaveiðarnar? Já, refaveiðarnar, þetta er svo sem alveg hefur margt breyst þar og refurinn hefur náttúrulega líka bara breytt mikið atferli sínu síðustu ár og einhvers staðar las ég það að stofninn hefði meir en tífaldast örugglega á síðustu 30 árum og frá því sem var að nú hafa skapast kjöraðstæður víðs vegar á láglendi fyrir refinn, bæði þar sem lúpína og náttúrulega bara mikið og öflugur gróður. Grenin hafa breyst, hann farinn að gera sér greni í skurðruðningum og melhólum og í lúpínu. Þannig að nálgun við veiðarnar held ég þarf svolítið að breytast og ég held að svo sem standi ekkert á sveitafélaginu. Ég þekki nú ágætlega einn mann sem hefur stundað þessar veiðar í 20 ára. Hann ætlar að gera tilraunir með dróna núna í vor og sumar. Sjá svona, það auðveldar náttúrulega þessa forvinnu sem þarf alltaf að vinna varðandi greni og það verður gaman að sjá hvernig það kemur út. En ég held svo sem að sveitafélagið sé að sjálfsögðu tilbúið til þess að skoða þessi mál bara eins og önnur mál og gera betur þar. Það er bara ekki spurning. Með Fossbúð, það var já eða nei, var það ekki? Já var að taka, endurskoða þetta eitthvað og nei var að halda áfram. Ég fyrir mitt leyti vil bara halda áfram með þau áform sem þarna eru. Við megum ekki gleyma því að tekjur af bílastæðum að það skapar tekjur í sveitafélagið sem við getum klárlega nýtt til þess að byggja upp og gera betur. En auðvitað við höfum átt ágætis samtal við íbúa og
höfum svona boðist til þess að hérna, koma eitthvað til móts við þær, en svo sem með þetta eins og margt annað með bílastæði að þau fara hvergi vel, en þau þurfa að vera eitthvað staðar og svona af þeim kostum sem í boði að þá held ég að þetta rútustæði fari ágætlega þar sem að búið að finna því í stað. Takk fyrir. Inger. Ég ætla kannski að fá að svara aðeins betur hérna spurningunum faglega ráðin sveitarstjóra, af því að þetta var spurningum svona praktikalitet og bakvið að hvers vegna viltu faglega ráðin sveitarstjóra. Ekki bara já eða nei spurning, þannig að hérna, ég ætla aðeins að fara betur yfir það. Grunnhugmyndin á bakvið faglega ráðin sveitarstjóra snýr að því að traust íbúa til sveitarstjórnar og að í starfinu sé framkvæmdastjóri sveitarstjórnar og til staðar sé oddviti sem er þá formaður framkvæmdastjórnar sem stjórn sveitarfélagsins. Og þaðan kemur þessi grunnhugmynd og það gjarnan misskilningur að á Íslandi sé meiri hluti sveitarstjóra pólitískir, af því að það þannig í stærstu sveitarfélögum landsins. Hins vegar það þannig að í 61 sveitarfélagi á Íslandi þá í held í 2/3 tilfella faglega ráðinni sveitarstjórar. Og auðvitað það gert með ráðningarskrifstofu, en vissulega var þessi spurning beint af framsóknarmönnum, þannig að hérna, þeir kannski svara hvernig þeir vilja gera það, en við myndum vilja faglega ráðningarskrifstofu og ráða viðkomandi á faglegum forsendum. Það sem að snýra faglegu ráðinu sveitarstjóra að það ekki pólitískir hagsmunir, viðkomandi ekki að vinna fyrir flokkinn sinn, heldur en einverðungu framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og hér til þess að vinna fyrir okkur íbúana. Það þarf líka bara ákveðið hugrekki til þess að taka ákvarðanir og ég ekki að segja þetta til þess að ég og Kári erum góðir félagar sko. Mér gaman að spjalla við hann í kaffinu til dæmis, við grínumst eftir hver öðru og stundum erum við hálftíma lengur í kaffi af því ég tala svo mikið upp á skrifstofu. En þetta líka bara algjörlega óháð persónum og leikjandum. Að mínu mati, og veit að það að margra mati, þá held ég að Rangárþing Eystra hefði bara svolítið gott að þessu. Að fá faglega ráðinn sveitarstjóra sem að væri bara pjúra framkvæmdastjóri og þetta snýst ekki það að losna við Kára sko. Hann yrði í sveitarstjórn ef að faglega ráðinn sveitarstjóri bara svo það sé á hreinu. Hann geti jafnvel verið oddviti eða eitthvað svoleiðis. En við værum þá 7, vona ég að N-listinn fóði 2, það svona okkur ósk. En það væri þá 7 fulltrúar í sveitarstjórn sem væri bara sveitarstjórnarmenn og svo framkvæmdastjóri sveitarfélagsins. Þannig lítur það út og ég vona að þetta sé greina gott svar það hvað faglega ráðinn sveitarstjóri gerir. Takk fyrir mig. Kannski bara gleymdi einu að ég vil bara þakka sko eins og ég segi, eins og Inger segir að þá snýst þetta ekki persónur og leikendur og ég bara átt gríðarlega gott samstarf með Antoni Kára og frábært að vinna með honum. Þannig að það já, takk. Þá þetta ég líst inn og reynum að vera með þetta svona aðeins svona knappara og stílhreitna í svörum, svo komst lengra. Styttir svör. Já, ég ætla svo sem ég hugsa ég bara, fyrst Inger búin að plana mig í oddvitan og þá ætla ég bara ekki að tjá mig hvernig þetta verður áfram. En sjá nú til með það. Mér langar samt aðeins sko bara mér langar að benda fólki á eitt að það ekki til sem heitir ópólitískur sveitarstjóri. Sveitarstjóri vinnur alltaf fyrir meiri hluta sveitarstjórnar og svo var líka fróðlegt fyrir fólk að fletta upp varðandi, hvað ég var að segja, starfslengd ráðinna sveitarstjóra í sveitarfélögum á Íslandi. Og sjá aðeins þar af þessum 61 sveitarfélagi hversu margir sem voru faglega ráðnir, hversu margir af þeim eru ennþá í vinnu í dag. Það mjög góð stúdía aðeins að sjá. En ég átti að vera stuttorður. Varðandi Bergþóragerði þá hef ég ekki hugmynd af hverju tafirnar eru. Vonandi eru þær bara óverulegar og verður opnað inn á lóðir í Bergþóragerði sem allra fyrst. Framkvæmdir eru þær í fullum gangi, ég sá þessi staði voru í veituframkvæmdum. Og vonandi það bara klárast af því að í kjölfarið á að auglýsa fleiri lóðir í Bergþóragerði og vonandi fer uppbyggingin þar bara hratt og vel fram. Varðandi Refi, ég bara algjörlega sammála þér, þetta að verða algjör plága
og ég held bara, einmitt, þetta ekki lengur bara orðið vandamál í hinnum dreifðu byggðum. Það var bara heima hjá mér á Sunnuhvoli hérna í útjaðri þéttbýlisins að bara refur í garðinum, eins og Uppsölum sem ég sá vídeo núna bara nýlega. Þóttu séu fallega skepnur en þetta er alveg ömurlegt, þetta étur upp allan fuglinn. Þannig að við þurfum sannarlega að fara í átak. Við þurfum að gera það víðtækara heldur en bara Rangárþing eystra. Nú þetta samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga og við fáum ákveðið fjármagn frá ríkinu til þess að framfylgja þessu verkefni. Fyrir mína parta þá þurfum við bara að gera miklu betur. Ég svo sem ekki sérfræðingur og þekki ekki nýja leiðir en ég gerir mig grein fyrir að þetta er allt önnur ella heldur en þetta var fyrir allmörgum árum bara út af fjölgun. En ég held bara einmitt að sveitarfélag og ríki að taka saman og gera þetta miklu betur og þetta væri þá kannski verkefni líka á bara sveitarfélag á Suðurlandi vísu því ég veit að þetta er vandamál víða. Varðandi endurskoðun við deiliskipulag í Fossbúð þá ítreka ég það sem hefur margoft komið fram í mínu máli að það er ekkert nýtt varðandi fyrra skipulag við Fossbúð, það er frá 2012 og það sem breytist núna það kemur rútustæði inn og ég er fylgjandi því að halda áfram, þetta skapar okkur og á eftir að skapa okkur miklar tekjur. Ég sé ekki betri staðsetningu en auðvitað allar tillögur eru skoðaðar að sjálfsögðu og það sem þær berast. Deiliskipulög eru í sífelldri breytingu en ég svo sem sé ekki aðra betri lausn. Þetta rýmkar líka til við Fossbúð eins og hún er í dag því að núverandi ástand í Fossbúð er bara ekki takt. Plan Fossbúðar er fullt af rútum þannig að þetta færi það en Fossbúð verður eftir sem áður í algjöru bílstjórasæti þegar kemur þá að taka á móti fólki við Skógafoss. Takk. Alla vilt þú bæta við? Já, kannski bara örstutt sveitarstjóran en já, ég sagði ekki áðan ég er í öðru sæti D-listans en við á D-listanum bjóðum fram okkar sveitarstjórnarefni eins og flesti vita heimamanninn Anton Kára. Þar er ég sammála Kára að sveitarstjórinn er ekki í eðli sínu ópólitískur. Hann starfar alltaf undir stjórn sveitarstjórnar sem er pólitísk. Þar teljum við að vegi meira reynsla og þekking, sérstaklega í samfélagi svona á okkar stærðargráðu. Og já, það verður nú bara þetta sem ég vil segja. Takk. Og þá var það B-listinn. Takk fyrir fínar spurningar. Fyrst, af hverju teljum við faglegra að auglýsa og ráða sveitarstjóra eftir auglýsingu? Það er svo sem bara okkar sýn að það sé faglegra að setja fram auglýsingu með þeim hæfnisviðmiðum sem við viljum gera kröfu Þau hæfnisviðmið mundu væntanlega vera krafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, viðskiptafræði, lögfræði, opinber stjórnsýsla eða annað slíkt. Ég er svo sem ekki tilbúin með auglýsinguna nákvæmlega í kollinum en þetta eru þau atriði sem yrði horft til og yrði að sjálfsögðu gert bara í samstarfi við ráðningaskrifstofu. Stærsti kosturinn sem ég sé við þetta, það er það að ég held að það séu kannski fleiri hæfir einstaklingar sem vilja gefa sig í þetta starf eftir þessari leið heldur en pólitísku leiðinni. Það er að segja, ég held að það sé fullt af fólki og þess vegna bara í okkar sveitarfélagi, af því að stundum er því slegið upp að við viljum bara utanaðkomandi manneskju í þetta sem er alls ekki rétt. En ég held að séu kannski fleiri sem vilja gefa sig í þetta eftir þessari leið, heldur en að fara í gegnum pólitíska slaginn. Þannig að ég held að við fengjum bara meira úrval af umsækjendum með þessari leið. Það er okkar sýn. Daniel varðandi refinn, það er nú svo sem komið fram hjá þeim áður að við þurfum að gera átak í þessu. Ég held það sé alveg nauðsynlegt. Ég held hins vegar að við eigum ekkert endilega að bíða eftir einhverju samstarfi við ríkið ég held að refnum geti fjölgað dálítið mikið á meðan. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að skoða í okkar ranni, hjá okkar sveitarfélagi, hvernig við nálgumst þetta. Ég held að sé alveg ljóst að það þurfi að auka í og jafnvel fá refaveiðimenn í bara starf, frekar en þessa skottatínslu. Og við þurfum sjálfsagt að setja í þetta meira fjármagn en samhliða að sjálfsögðu þurfum við að horfa út fyrir kassan og sjá hvort það sé hægt að beita einhverjum öðrum leiðum. Ég þekki þetta óskaplega lítið, hef aldrei
Ég hef aldrei veitt ref, ég slysaðist til að keyra yfir einu sinni en það það lengsta sem ég hef komist í refaveiði. En tek algjörlega undir með þér, þetta er algjör óværa og ég held sko, ég er nú 49 ára gamall og það er ekkert ofsalega mörg ár síðan að ég sá ref í fyrsta skipti en nú sér maður orðið reglulega, þannig að það kannski segir svona svolítið fjölgunina. Já, Inga, varðandi skipulag við Fossbúð, þá auðvitað verið að vinna eftir gildandi skipulagi en mér finnst alveg sjálfsagt að hlusta á allar tillögur og hugmyndir og það náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt í þessum skipulagsmálum í heild að þau séu unnin í sátt og samlyndi við íbúana og þeirra sem eru í mesta nær umhverfinu, þannig að ég klárlega til í að skoða hugmyndir. Gunnhildur. Ég ætla aðeins að fá að tjá mig meira refin af því að ég hef nú alveg kynst honum persónulega í Landeyjum og takk fyrir þessa spurningu, Daniel. Ég get bara sagt að 18 ára gömul þá sé ég í fyrsta skipti ref og það var á Þingvöllum. Í dag fer maður ekki út í mýri á þessi öðru sinna sjá ref og ég er búin að vera að keyra núna stefnuskrána í Vesturlandeyjum undanfarna daga og einmitt heyrt þetta með refin. Og einnig heyrt það að bændur hafa talað fyrir daufum eyrum með það að það þurfi að sporna við fjölgun refsins. Þannig að ég er mjög ánægð með að heyra það að það eru allir tilbúnir að fara að fækkunum. Annað verða svo sem ekki takk. Má ég bæta bara örstutt við þannig að það komi fram að sjálfsögðu erum við að vinna með aðilum og erum með samninga við grenja vinnslumenn sem að veiða ref á grenja tíma og þetta bara, ég held ég tali fyrir alla, þetta ekki gagnrýni á þá. Við vitum bara að verkefnið er stórt og við þurfum að gera betur en enga síður þá þetta fjármagnað af ríkinu líka þannig að það komi fram og við getum bara gert betur í þessum málum en þeir standa sig, sem eru ráðnir til verksins, standa sig gríðarlega vel. Við þökkum fyrir skýr og greinagóð svör. Það hefur borist spurning í gegnum netið. Já, og Ingveldur, frá Ágúst Leo spyr og mér heyrist þessi spurning vera til allra framboða. Nú líkamsræktar aðstaða hérna á Hvolsvelli algjörlega sprungin og eru einhverjir sem hafa það á stefnuskrá að bæta þessa aðstöðu og jafnvel bara almennt íþróttaaðstöðu hérna. Og við kannski benda á að við viljum fá nöfn á fólki sem í streymi, sem að spyrja spurninga. Takk. Takk fyrir þetta. Jæja, það opið fyrir spurningar. Látið nú til líka taka því að hafa haft tíma til þess að hugsa. Þarna hönd uppi. Ég heiti Margrét Tryggvadóttir og bý hérna í Hvolsvelli. Var kennari hér þegar ég var aðeins yngri. Mér langar að beina þeirri spurningu til sveitarstjórnar hvað eru tekjur af ferðaþjónustu búnar að vera miklar á síðastliðnu ári og þar með talið af bílastæðum. Og einhver áætlun hjá okkur hvað við ætlum að nota þessa peninga í annað en að búa til fleiri stíga? Það eina sem ég hef heyrt að sé á planinu fyrir þessa tekjur. Svo langar mig til að segja ykkur á því að ég var refaskipta hérna einu sinni. Ég vann hjá Mosfellssveit sem hét á Mosfellssveit með föður mínum bæða minka og refaveiðum og við komum einu sinni að Greni þar sem að voru 49 lambshræ, það kallað dýrbíllur, hann étur þau ekki, hann bara drepur þau. Þannig í Guðanabænum farið að fækka þessum skepnum. Takk. Takk fyrir. Þarna kom hönd á loft. Já, Markus H. Guðmundsson heiti ég og mér langaði að spyrja bara alla línuna fasteignagjöld, hvort að þau komið til með að lækka, standa í stað eða hækka á næstunni í framtíðinni og það væri áhugavert að heyra líka hvort þið séu með einhverjar upplýsingar til okkar og getur sagt okkur frá því hverjir eru að borga lægst og hverjir eru að borga hæst á landinu og hvar stöndum við?
Takk fyrir þetta. Fleiri hendur? Já, það eru mér sér 2 hendur komnar á loft hérna. Já, Oddur og svo. Já, halló. Já, ég er að tala betur hérna. Oddur Árnason heiti ég. Ég bý á umferðareyju hérna í Hvolsvelli og mér langaði að varpa bara spurningu á öll framboðin að því að það er búið að tala sem sagt uppbyggingu á bílastæði og þess háttar við Skógafoss. Við eigum gríðarlega mikið að náttúruperlum hérna í sveitarfélaginu og sem er náttúrulega að gefa töluvert mikið. Mér langar að spyrja út í framkvæmdir Seljalandsfoss. Nú er verið að taka þar bílastæðagjöld líka. Er það ekki að skila sveitarfélaginu neinu? Allavega það er engin uppbygging þar í gangi nema eitthvað lítilegt frá öðrum landeigendum en sveitarfélaginu. Nú á sveitarfélagið örugglega 50% af þessu og ég veit að það var samþykkt þar deiliskipulag 2019 held ég en það er ekkert gert og þetta er bara rekið á okkur undanþágulegum. Hvað ætla framboðin að gera í þessu og mér langar líka að vita hvort að ég var nú búinn að spyrja því hvort að þetta er ekki skilan einum tekjum þar. Takk. Takk fyrir það. Og við tökum eina spurningu til viðbótar í þessari lotu. Halldór Óskarsson heiti ég. Mér langar til að spyrja framboðin hver er stefnan ykkar í framtíð félagsheimilana. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og þá byrjum við á D-listanum. Herðu, já, kærar þakkir og takk fyrir mjög svo góðar og áhugaverðar spurningar. Fyrir það fyrsta, varðandi íþróttaaðstöðuna að sjálfsögðu, ég held að sé nú bara, ég hef nú skoðað stefnuskrár allra framboðin og ég held að séu allir á því að við getum bætt betur hvað varðar íþróttaaðstöðu, við talum ekki ræktina. Það er áætlun, svo sem hjá okkur núna, við erum búin að vinna breytingum á deiliskipulagi hönnun sundlaugarinnar og það er áætlun og íþróttamannvirkin í heild, fótboltavöllur er áætlun, að vísu aðeins babbi bátinn þar en sjáum hvernig það fer að sjálfsögðu og þessi mannvirki eru mikið notuð og við getum, og bara eins og ég sagði í mínum inngangi, að nú er tækifæri bara til talsverðar uppbyggingu, þannig að það hlýtur að vera allir sem eru klárir í það. Varðandi tekjur af ferðaþjónustunni að þá einmitt bara fínt og komst inn á þetta. Það var fyrirlestur hjá okkur í gær niðri í kosningamiðstöð og opin öllum frá samtökum ferðaþjónustunnar og það fengum við bara greinagóðar upplýsingar þetta. Þetta eru akkurat 340 milljónir á síðasta ári sem skiluðu sér í skatttekjur og fasteignagjöld sem beintengt ferðaþjónustu. Þetta er þá fyrir utan bílastæðagjöldin. Þau eru innheimt núna eins og Skógafossi og það sem er náttúrulega aðeins inn í myndinni og bara til söguskýringar og útskýringar að þá er Rangárþing eystra ekki eini landeigandinn að jörðinni ytri skógum. Við eigum hana með 5 öðrum sveitarfélögum í Rangárvallasýslu og Vestur Skaftafellssýslu. Við sömdum við meðeigendur okkar að við fengjum í rauninni greitt upp í okkar framkvæmdir þannig að við þyrftum ekki vera að nýta skattfé í þær þegar við framkvæmdum bílastæði og næstu framkvæmd. Þannig að við erum ennþá að vinna upp í þann kostnað en það er alveg klárt mál að tekjur á þessum stöðum eiga eftir að verða talsverðar og koma til með að nýtast vel til uppbyggingar á svæðunum. Það er eins og í skógum, við þurfum að fara í stór átak í vegagerð og innan friðlýsta svæðisins sjálfs og við þurfum að fara í holræsagerð og rótræðir og ég veit ekki hvað. Þannig að þessi peningar koma til með að nýtast vel. Varðandi fasteignagjöldin, já, þá stendur til að lækka þau. Við lækkuðum, við gerð fjárhagsáætlunar á síðasta ári, þá lækkuðum nokkra komur og allavega okkar stefnuskrá lítur þannig út að við viljum halda áfram. Nú er svigrúm og líka því að það er búið að afnema tengingu fasteignaskatts við jöfnunarsjóð, þannig að það rýrir ekki okkar tekjur þar heldur, þannig að það er verulegt svigrúm. Bæði er varðað fasteignagjöld af íbúðarhúsnæði og svo fasteignagjöld af atvinnuhúsnæði og ég held við þurfum að einbeita
þetta svolítið þar. Við erum að verða eftirbátar annara varðandi þá sem sagt hvað þau eru há hjá okkur til þess að geta boðið upp og dregið til okkar atvinnustarfsemi. Þannig að klárlega þar er svigrúm og við getum gert bara nokkuð vel í því og nokkuð hratt. Hver er að borga mest og hver er að borga minnst, ég er ekki alveg með það á hreinu, en ef við líta á Suðurland að þá hafa þeir staðið sér vel, nágrannar okkar í ytra við lækkun á fasteignagjaldi og mér minnir að Skaftárhreppur sem hæstu prósentutöluna. En þetta er mjög mismunandi á milli sveitarfélaga en auðvitað gefur ríkið okkur ákveðið þak líka. Og svo er það varðandi Seljalandsfoss, það er bara laukrétt. Það er búið að vera deiliskipulag í gildi síðan 2018, var gert samkomulag við landeigendur, sem sveitarfélagið og landeigendur í óskiptu landi Seljalandsfoss gerðu samkomulag 2018 og bara í fljótu máli sagt, þá hefur ekki náðst að virkja það samkomulag enn. Þannig eru innheimt bílastæðagjöld og þeim er safnað í sjóð og þær framkvæmdir sem eru gerðar á svæðinu, þær litlu eins og Oddur kom inn á, til dæmis það sem við erum að gera í stígagerða, það litla sem er gert í kringum Gljúfrabúa, það er úr þessum sjóðum. Og við teljum okkur að sjálfsögðu eiga hlut í þessum sjóð og komum til með að sækja úr honum. Við hins vegar tókum sveitarstjórn samstíga ákvörðun það í vor, við fjárhagsáætlun að gera síðasta fyrir áramót, að fara í framkvæmdir við gerð bílastæðis við Hamragarða, áætluðum 100 milljónir í það á fjárhagsáætlun ársins, eina bara á stærri framkvæmdunum og það er verið að klára hönnun á því og fer bráðlega í útboð þannig að við höfum í hyggju á að opna inn á bílastæði í landi Hamragarða samkvæmt gildandi skipulagi. Við ætlum ekki að bíða lengur, við ætlum að halda áfram og framkvæma af því að eins og Oddur kom inn á, þetta er okkar náttúruperlur og við höfum að ganga þær af virðingu og við höfum að gera það vel og þetta ástand í rauninni sem hefur þarna ríkt frá 2018. Það er þó sög sér eins og kannski varðandi Skógafoss líka að við erum hætt að borga fyrir skeinispappír fyrir túrista úr sveitarsjóði og það er vel af því að við getum vel nota þá peninga í þjónustu við íbúana okkar. Þannig að já, kannski viltu bæta við alla? Félagsheimili. Já, félagsheimili. Ég glemdi þér pabbi, fyrirgefðu. Ekki segja neinum þetta. Stefna varðandi félagsheimili, það er nú ein klausa í okkar stefnuskrá, við viljum taka samtalið aftur og við vorum núverandi meirihluti, við opnuðum á þetta samtal. Það hafði í rauninni aldrei verið gert, það hafði aldrei verið tekið samtal við meðeigendur okkar, nema kannski Fossbúð, það sem er eina heimilið sem er húsnefnd Fossbúðar og er ágætlega virk og þar hefur samtalið átt sér stað. Við boðum til funda núna, já það er að vera 2 ár síðan sennilega, og áttum kynningafundi og svo svona áframhaldandi fundi. Það var góð mæting á þessa fundi af því að fólk safnaðist saman, það hélt að við ætlum að fara að leggja til að selja félagsheimilin, þannig að menn fylltu liði. Fyrir okkar parta að þá viljum við taka þetta samtal áfram og finna flöt. Félagsheimilin eiga að geta nýst okkur öllum og svo lengi sem þau nýtast og þau nýtast mannlífin og nýtast sveitunum, þá er ekkert að því að þau kosti og það kostar flest allt sem sveitarfélagi gerir, sundlaugarsvæði, íþróttamannvirki og allt, þetta er ekkert að þessu reki með neinum hagnaði. Félagsheimilin geta alveg verið þannig líka svo lengi sem þau nýtast, en það er vont að horfa upp á þau og þar getum við líka gert betur. Við getum sinnt viðhaldi þannig að sé hægt að nýta þau betur og það er alveg tilraunanna virði. Eða þá að bjóða félögum sem eiga með í þeim upp í dans, hvort að þau sjá aðra möguleika en við. Markaðslega geti það verið einfaldara fyrir félögin að ná inn tekjum af félagsheimili heldur en okkur. En þau mega kosta svo lengi sem þau nýtast. Takk fyrir og þá er það B-listinn. Já, takk fyrir fínar spurningar. Fyrst varðandi líkamsrækt frá Ágúst Leó, líkt og Anton Kári kom inn á, þá eru nú öll framboð held ég með það í stefnuskrá að vilja endurskoða og bæta í íþróttaaðstöðuna hjá okkur. Og ég held að sé bara mjög þarft nú á nýju kjörtímabili að taka upp samtal við íþróttafélög og íbúa hvað við viljum, eða hvernig við viljum byggja þessa aðstöðu upp því aðalatriðið er að það sem við byggjum upp það nýtist sem flestum og sé íbúunum okkar til bóta og hagsbóta og þau fái þá tækifæri til að stunda heilsurækt við hæfi. Margrét tekjur og ferðarþjónustu, Anton Kári fór yfir það, ég hef ekkert svo sem við það að bæta, hef engar betri tölur í kollinum allavega. Markús varðandi fasteignaskattana, að
Þá að sjálfsögðu viljum við lækka skatta á íbúa eftir því sem að svigrúm leyfir. Auðvitað þarf þetta bara að spila saman. Ef við ætlum að framkvæma mikið þá þurfum við meiri tekjur en að sjálfsögðu á bara að lækka skatta eftir því sem aðstæður leyfa, rekstrarlega. Ég ekki alveg með í kollinum heldur hvar við stöndum í fasteigna gjöldum og svo stundum svolítið villandi hvort við erum að líta á fasteigna skattsprósentuna eða hvort við erum að líta á krónutöluna. Þetta hefur eignaverð hækkað gríðarlega mikið sem veldur því að gjöldin að hækka þannig að þeir að verða ríkari líka eftir því sem þið borgið meiri fasteignagjöld ef álagningarprósentan óbreytt. En þetta þarf í sjálfsögðu bara að skoðast í samhengi við reksturinn og fjárhagsáætlunargerð hvers árs eða næstu ára. Framkvæmdir við Seljalandsfoss, það svo sem allt rétt sem fram komið og það náttúrulega bara sorglegt hvað þetta hefur gengið svakalega hægt að koma framkvæmdum áfram þarna. Og það ekki við neinn að sakast, þetta samkomulag sem Anton Kári vísar í að það var gert 2018 og það hefur bara ekki gengið því miður. Og líkt og hann bendir á þá var sveitarstjórn samstigið því í fjárhagsáætlunargerð að setja fjármagn í þetta og fara bara hefja vinnu á okkar forsendum og ég vona bara að við setjum kraft í þá vinnu og förum á stað í þetta því að þetta okkur alls ekki til sóma við þessa fjölmennu eða fjölsóttu náttúruperlu okkar að hafa þetta líkt og þetta Við þurfum að gera miklu betur þarna. Já, svo Halldór, félagsheimilin. Mín skoðun svo að félagsheimilin séu nú svolítið hjarta í hverri sveit og íbúar gömlu hreppana hafa mikla tengingu við þessi félagsheimili. Þannig að ég vil gjarnan taka frekara samtal við íbúa í hverjum hrepp hvað þeir sjá fyrir sér að gera með félagsheimilin. Hvernig getum við nýtt upp betur? Getum við nýtt upp til að byggja upp atvinnu eða menningarlíf eða hvað sem okkur dettur í hug. Þannig að það mitt fyrsta skref, það meira samtal. Annars má ég nú til með að stríða félagum mínum smávegis að ákafið þeirra í að selja félagsheimilin, hann hefur svona minkað í beinu hlutfalli við það eftir því sem styttist í kosningar en látum það liggja milli hluta. Nei, í rauninni ekki, það bara, já. Ég þakka fyrir að þá það endurlistinn. Já, takk fyrir þetta. Varðandi, ég veit ekki hvort ég var að taka þetta í öfru röðin en nei. Íþróttaaðstaðan, ég held að sé klárlega við bara þurfum virkilega að gera betur þar. Það gaman að sjá nýjan körfuboltavöll risinn, það verið að vinna að hálfu gervgrassi, við þurfum að halda áfram með það samtal og þá vinnu, bara já, sú sveitarstjórn sem tekur við að sjálfsögðu og það eiginlega rauninni synd að sjá eins og bara hvað hefur lítið verið gert í uppbyggingu fyrir svona almenningsíþróttir og annað í gegnum árin. Og við heyrum þetta mikið að fólk óska eftir betri aðstöðu og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum klárlega bara að skoða að fara í, sem sagt að stækka líkamsræktina og eins þá að byggja einhvers konar viðbyggingu eða annað við íþróttahúsið. Auðvitað kostar allt peninga og annað þannig að við þurfum svo sem líka að horfa í það í hvaða skrefum við getum tekið hlutina og þá kannski á hvaða tíma. Varðandi tekjur af bílastæðum, ég bara verð alltaf svolítið pirraður yfir þessari umræðu. Mér finnst bara ótrúlegt að við séum hér enn að skammast okkar fyrir að rukka bílastæði við þessa stað okkar. Þetta eru tekjulind, þetta okkar sjávarútvegur, ferðaþjónustan. Við eigum bara ekkert að vera feimin við það að hér borgi þeir sem nota fyrir þá þjónustu sem í boði, en við þurfum líka samfara því, auðvitað þurfum að byggja upp almennilega þjónustu. Þetta andlit sveitarfélagsins þessi staðir, við þurfum að byggja þetta hraðar upp og af meiri myndarskap. En líka þegar við erum búin að því
að þá finnst mér bara að íbúarnir eigi að fá að njóta þess. Við eigum ekki að vera alltaf í ykkur í hóvarð og að það eigi alltaf að vera ókeypis. En auðvitað gagnvart íbúunum svo sem eins og við Skógafoss að ég held að væri gaman svo sem að geta fundið eitthvað út úr því. En verum ákveðin og stolt og nýtum þær tekjulindir sem í boði fyrir okkur til að byggja upp betra samfélag. Fasteignagjöldin, ég svo sem sammála þeim hvað það varðar að auðvitað eigum við að skoða það bara eins og annað í fjárhagsáætlunargerð hvort það sé möguleiki að lækka skatta eða álögur og íbúa. En auðvitað svo sem fer þetta saman, tekjur og þá hvað við getum eitt í fjárfestingar, en ég held að svo sem sammála því, ég held að sé alveg tækifæri til að halda áfram á þeirri vegferð að lækka eitthvað fasteignagjöldin. Seljalandsfoss, ég afskaplega feginn með þá samstöðu sem var í sveitarstjórn núna á kjörtímabilinu að við svo sem tókum enn eina umræðina þarna en það var bara ákveðið að við héldum áfram með okkar og við eigum bara að vera stolt af því og eins og ég sagði áðan að byggja það vel upp og að myndarskap. Varðandi tekjurnar þar, það líka eitthvað sem við þurfum bara að fá álit á og finna út úr hvernig þau mál standa og eigum bara ekkert að vera feimin við það. Félagsheimilin, mér finnst eiginlega að þessi spurning ætti að koma héðan, hvað ætlið þið að gera við félagsheimilin? Félagsheimilin eru ekki sveitarfélagsheimili. Þetta eru félagsheimili sem eru byggð til að þjóna nær samfélaginu. Svo kannski nýbreytni og ég bara fagnaði þessu samtali sem var, ég þorði nú ekki niður í Austurlandi í nokkra vikur eftir fund þar í Gunnarshólma, þar sem ég var nú svona kallaður sölumaður félagsheimilina og mér hefur nú ekki gengið vel ef ég hef ætlað að vera það. En ég held svo sem að bara hafi verið gott að koma þessari umræðu af stað og bara nauðsynlegt að gera það. Sú nýbreytni hefur orðið á þessu tímabili að það var gerðu við samningu við meðeigendur okkar af Fossbúð að rauninni félögin hafa svona tekið við rekstrinum á félagsheimilinu. Sveitafélagið aftur á móti með þennan fasta kostnað svo sem eins og það hefur verið, en þá það í höndum félagana og nærsamfélagsins að finna félagsheimilinu hlutverk og nýta það á sem bestan hátt. Og ég held svo sem með erlenda íbúana líka, þetta stór hluti af okkar samfélagi, þeir vita almennt ekki held ég að þetta sé eitthvað sem þeim stendur til boða og við þurfum að kynna fyrir þeim. Og svo með þetta samtal, við megum heldur ekki festast í því að vera alltaf í samtali. Það gerist, auðvitað þurfum við að taka samtal og skiptast á skoðunum, en við þurfum líka að taka ákvarðanir, við þurfum að gera hlutina. Og við getum svo sem sannarlega gert betur þar en eins og með uppbyggingu og íþróttaaðstöð og fleiru að við þurfum bara að gjöra svo vel og halda áfram. Ingar, vilt þú ekki bæta ykkur við eða félagsheimilin? Ekkert mál. Já, ég ætla að segja bara, ég kannski tek undir, ég held að það þurfi kannski bara smá hugrekki til þess að taka ákvarðanir. Hvað ætlum við að gera með þessi félagsheimilin? Og eins og við vitum öll, þá notkunin misjöfn eftir félagsheimilum. Og eins og hér, það bara alltaf fullt hús hérna yfirleitt þegar maður kemur og fullt af bílum og alls konar notkun, en þetta okkur þykir vænt þessi félagsheimili. Íbúar hafa gift sig þarna, fermst og allt svoleiðis, þannig ég skil alveg að við erum kannski ekki að fara að selja þau, en þarna eru líka hreppskrifstofur eða gamli skólar og rými sem ekkert verið að nota undir mikið sem við getum kannski farið í smá bara nýsköpun með sem sveitafélag, og sveitafélagi svolítið stuðla að því hvernig við getum gert þetta. Þannig ég alveg sammála Tomma, en líka þurfum við að sveitafélagið kannski að ýta á. Þetta er okkar allra, en á sama tíma þá á sveitastjórnin held ég svolítið að stuðla að því að eitthvað verði gert og taka ákvarðanir. Já, takk fyrir
Og þá vindum við okkur í lotu 3 og Ingveldur, þú ert með spurningu af alnetinu. Já, hér er ein af alnetinu frá Tinnu Erlings. Hvernig ætla frambjóðin 3 að bæta íþróttaaðstöðu barna, ungmenna og fullorðna í Rangárþingi eystra á næsta kjörtímabili? Hvernig sjá frambjóðin fyrir sér að aðstaðan verði eftir 8 til 10 ár? Þarna var hönd á lofti, já. Komið sæl, Agnes heiti ég. Mér langar aðeins að ræða tjaldstæði á vegum sveitarfélagsins. Ég ferðast mikið landið og ég bara hálf skammast mín þegar ég horfi á tjaldstæðið hér í sveitarfélaginu. Léleg hreinlætisaðstaða, komið bílar fastir í drullu leið og rignir. Þegar þyrfti að skipta jarðveg að þessu og þetta bara, mér finnst þetta til vansa fyrir sveitarfélagi hvernig þetta lítur út. Og svo langar mig aðeins að tala bílastæðagjöld. Mér finnst það til vansa ef að fólk getur ekki farið í sunnudagabíltúr með börnin sín eða barnabörnin og farið á þessa staði, Seljaland, Skóga, út í Írhólleið, það austur frá nema það sé búið að borga fleiri þúsund krónur í bílastæðagjöld þegar þau koma heim aftur. Takk fyrir. Já, alveg góða kvöldið. Árni Baldursson heiti ég. Ég alveg aktað yfir því að þurfa að hrista með nýrun frá Hlíðarenda að Múlakoti í 25 ár. Það var vegspotti sem ekki nema svona 3 kílómetrar. Það þyrfti eiginlega að fara að grufla eitthvað í honum og ræra hann aðeins til og slétta hann pínlítið. Svona gamalmenni þola illa hossingin. Svo hlakka ég mikið til að tóan verður drepinn. Ég get alltaf stígið niður fæti hann í landi á hann að stíga hann í tóu skott. Og svo spurningi svo hvort það verður eitthvað hægt að gramsi þessum vegi. Það væri mér mjög hugljótt ef ég sæði kannski veghefil eitthvað þannig skoðan líka niður í landi, en það bara ekki til. Takk fyrir. Já, hérna ein hönd á lofti. Já, sælverið Þór heiti ég. Ég nú með öll frambúðin hérna sko, en hérna eru framararnir uppi. Það hefja hönnun og uppbyggingu á miðbæjarsvæðinu með það markmið að það laði að sér íbúa og gesti. Þetta undir liðnum skipulagsmál. Síðan undir atvinnu og markaðsmál þá það fyrsta setja uppbyggingu miðbæjarins í forgang með það fyrir augum að skapa tækifæri til fjölbreyttrar þjónustu og atvinnustarfsemi. Þá spurningin þessi, þetta búið að vera ár eftir ár eftir ár. Fyrir einhverjum árum síðan þá var einhver einn aðili sem að fékk miðbæjarsvæðið og átti að byggja það upp. Það fór eins og það fór. Núna þetta bara hræðilega ljótt að sjá þetta. Við erum búin að vera að taka Eldstof í gegn, Mílan búin að vera að taka húsið sitt í gegn, það allt tipp topp, svo lítum við þarna yfir, ekkert að ske. Svo ein spurningi viðbót. 1960 var þetta hús vígt hérna. Þá var ég hérna viðstaddur, ég var í sveit í Fljótshlíðinni í Árkvörn. Núna 66 árum síðan ennþá malarplanið hérna bakvið. Það var ekkert gerst. Takk. Takk fyrir. Ég held að við séum búin að fylla á þessa lotu og leyfum B-lista að byrja. Já, takk fyrir. Fyrst Tinna spyrðum íþróttaaðstöðu og hver stefnan sé og hvernig við sjáum
fyrir okkur að þetta verði nákvæmlega eftir 8 til 10 ár. Okkar stefna er að halda áfram uppbyggingu íþróttasvæðis og íþróttamannvirkja, eins og ég kom nú inn á áðan í tengslum við líkamsræktina. Það þarf að sjálfsögðu að gerast í samtali við íbúa og íþróttafélög. Þannig að þeir vita hvernig þeir vilja sjá þetta fyrir sér til framtíðar. Eins og sést á mér þá er ég ekki rosalega duglegur að stunda íþrótti, þannig að ég hef takmarka vita á því hvernig þetta á að vera. En það þarf að fá aðra hæfari að borðinu og byggja upp með þarfir íbúa og íþróttafélaga í huga. Það eru þessir aðilar sem verða að ráða því og segja hvert við viljum stefna. Við kjörnir fulltrúar erum í vinnu hjá ykkur og það þarf svolítið líka að leiðbeina okkur hvert við erum að fara. Það á ekki allt að koma frá okkur þannig, en við viljum að sjálfsögðu byggja upp áfram íþróttasvæðið og gera bara sem allra mest. Það mun ekki standa okkur að því leyti. Árni, hann vont að hristast úr þér nýrun, en það er svo sem bara mjög víða sem vegir í sveitafélaginu eru lélegir, því miður. Þessi vegur við Múlakot sem þú nefnir, ég keyrði það nú einmitt í fyrrakvöld og var nú að hugsa hvað hann væri búin að vera svona fjandi lengi. En þetta er langt í frá eini vegurinn, því miður, og þarna þurfum við bara að beita meiri þrýstingi og öllum ráðum sem hægt er til að fá meiri vegaframkvæmdir í okkar sveitafélag. Það er mjög víða þörf, það er nú bara þannig. Já, og svo mamma varðandi tjaldstæði. Ég er nú alveg hættur að fara með þér í tjaldútilegu, þannig að svo sem þekki þetta ekki eins vel, en þetta er bara leiðilegt að heyra. Þetta eru tjaldstæðin okkar, það eru nú ekki tjaldstæði sem að sveitafélagið rekur sjálft, en auðvitað er leiðilegt að heyra að þau sé ekki okkur til sóma og klárlega eitthvað sem við þurfum að taka til skoðunar. Þetta er bara eins með tjaldstæði og allt annað sem að sveitafélaginu við kemur. Við eigum að gera hlutina og standa þannig að þeim að þeim séu okkur til sóma og þetta er þó klárlega eitthvað sem þarf að gera bragarbót á. Varðandi þessi bílastæðagjöld, þá er ég bara sammála þar að vera eitthvað tekist í uppeldinu, að þetta er hundleiðinlegt að þurfa alltaf að vera að borga þessi bílastæðagjöld, en því miður erum við bara komin svolítið á þennan stað af því að ég vil meina að því að stjórnvöld hefði ekki kjark á sínum tíma að fara einhver aðra leið með einhverjum náttúrupassa eða eitthvað á bara alla ferðamenn eða annað slíkt og fjármagna uppbyggingu staðana með þeim hætti. Það var svolítið ákveðið að fara þessa leið að hver hugsa sig, sem að mér persónulega finnst ekki góð leið, en úr því sem komið þá hefur sveitafélagið svo sem ekkert önnur úrræði til þess að standa undir kostnaði við þessa staði og geta gert þetta með sóma, sem er stærsta málið í mínum huga. En endilega fólk hefur aðrar hugmyndir, þá er það velkomið. Og Þór, miðbæjarsvæðið, eins og þú ferði yfir, þá var tekin ákvörðun í sveitastjórn að auglýsa þessar lóðir þarna í einu lagi og hugmyndin á bakvið það var að reyna að fá einhvern aðila sem myndi byggja þetta hratt upp og við fengjum svona heildarbrag á svæðið. Það var gengið til samninga við ákveðin aðila sem var svo ekki traustsins verður og auðvitað gekk það bara allt og lengi. Það hefði þurft að grípa inn í fyrr og stoppa þetta af og það er svo sem eitthvað til að læra af að það, eins og ég segi, það hefði þurft að stoppa þetta og gera fyrr. Og við ákváðum nú að prófa að auglýsa þetta aftur og það sýndi því einn aðili áhuga og það samtal mun fara svo fram eftir bara hjá nýrri sveitastjórn. Og svo malaplanið bak við Hvolinn. Þetta er svo sem bara eitt af því sem ég myndist á í framsögu minni áðan að mjög víða svona mætti ásýnd og hvað ég segja, svona í umhirða og annað í kringum eignirnar okkar vera betri og þetta er bara eitt af þeim málum sem að klárlega þyrfti að vera betri.
Jú, það er svo sem hefur átt að taka í gegn hér plan við Hvolinn áður og frestast, þannig að já, þetta bara eitt af þeim málum. Og þá það Listi, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessar spurningar. Fyrst kannski með íþróttaaðstöðuna næstu 8 til 10 árin. Það var nú unnin skýrsla í upphafi þessa kjörtímabils þar sem að heilsu íþrótta og æskulýðsnefnd sveitarfélagsins bara átti gott spjall við hagsmunaaðila, íþróttafélögin í sveitarfélaginu og þar sem þau og skólana líka ef ég man rétt og þar komu fram ýmsar hugmyndir og þetta var bara góð yfirferð þessi mál og ég held að línurnar svo sem bara liggi nokkuð þar. Síðan þetta náttúrulega alltaf á endanum kannski spurningum forgangsröðun og hraða á uppbyggingu aðstöðu. Og ég segi fyrir mitt leyti að hált gervigras hér sem hefur verið hugmyndin að það myndi leysa margt, það myndi ef til vill rýmka til íþróttahúsinu og ég held að ég sé ekki fyrir mig bara sveitarfélagið hafi burði til þess að reisa fjölnota íþróttahús 1, 2 og 10 en ég held að það að gera hált gervigras væri klárlega fyrsta skrefið kannski á þeirri vegferð. Og þá þessi skýrsla bara að vinna áfram eftir henni, auðvitað geta íþróttafélögin alltaf átt spjall við sveitarstjórn á hverjum tíma og komið fram með sínar hugmyndir og auðvitað þarf að hlusta á það. Já, þannig að hvað það varðar þá held ég að þetta sé svona eitthvað sem við þurfum að horfa til. Við töluðum ræktina og almenningsíþróttirnar áðan. Sundlaugin hefur verið rætt, sundlaugasvæði, það komið tíma á það. Við höfum fengið töluvert af óskum inni sundlaug, svo sem ekkert sem hefur verið umræðunni hjá okkur í sveitarstjórn, en greinilega eru einhverju íbúar sem að finnst það eitthvað sem að þyrfti að koma. Þannig að þetta snýst svolítið bara forgangsröðun. Það voru vegirnir, var það ekki, og ég held bara við þurfum að fara á námskeið í hagsmunagæslu hjá nágrönnum okkar í Vestmanni. Ég meina við eigum gott samtal við Vegagerðina og það hefur alveg verið reynt að fylgja á eftir hlutum þar en við verðum að gera betur þar og ég held líka að við þurfum bara að beita okkur meira gagnvart þingmönnum Suðurlands þegar kemur að þessum málum. Við getum ekki bara horft á Vegagerðina hvað það varðar, en við getum alveg gert betur í hagsmunagæslu, það er bara engin spurning. Tjaldstæðin, það er náttúrulega bara leiðilegt að heyra ef aðstæður þar ekki góðar, en við, svo sem sveitarfélagið rekur ekki tjaldstæði. Ég var reyndar í skógum í morgun og keyrði þar inn á tjaldstæði sem verið að gera í skóginum fyrir neðan Kvernu í Kvernuskógi. Ég held að þar verði eitt af flottari tjaldstæðum landsins, en varðandi tjaldstæðin held ég að þá bara þurfum við líka að passa upp á skipulagi og þá í þeim samningum sem við gerum rekstur að passa upp á að hlutirnir séu gerðir vel. Bílastæðagjöldin, ég bara svo sem sammála rappa hvað það varðar. Ég held að þetta er svona óhjákvæmilegur þröskuldur sem við erum að stíga yfir, en þar kannski líka löggjöfin svolítið á eftir og ég held að þetta sé eitthvað sem að vonandi á eftir að formgerast og lagast á næstu árum og þarf að gera það er svona eins og kannski stundum með okkur Íslendinga, við erum svolítið villt þegar að kemur að svona ýmsu, þannig að þetta held ég svona með skýrari löggjöf og svona, já, hvað maður að segja, bara reynslu að þá held ég
þetta eigi að lagast. En fyrir mig, ég fer til Reykjavíkur og ég þarf að borga svo sem allstaðar í bílastæði þar. Akkur ætti ekki að þurfa að borga í bílastæði hér þar sem veitt þjónusta. Ég var í Slóvakíu fyrir hálfum mánuði, þar var maður að borga yfirleitt í kringum 10 evrur á ferðamannastöðum þar sem þeir voru vel uppbyggðir með salernisaðstöðu. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að venjast og horfast í augu við að einhverju leyti. Malarplanið við Kvolin, ég held svo sem þar bara að auðvitað þetta eitt af þessum litlu verkefnum sem við getum gert betur klárlega. Varðandi miðbæinn, það var bara leiðilegt hvernig tókst til þar. Sem betur fer búið að bjóða þetta út aftur og einn áhugasamur aðili og eins og Rabbi sagði þá það bara sveitarstjórnin sem tekur við sem heldur áfram með það mál og vonandi gengur það betur en við allavega verðum að draga lærdóm af því sem var. Takk. Og D-listinn? Stutt var það ekki? Jú. Ég verð samt að koma inn, varandi ákafa í sölu í félagsheimilum, við seljum allavega ekki Kvolin, hann blokkbókaður af framsóknarmönnum í aðdraganda kosningu og það kemst enginn að. Það mikið spurt, þannig að við getum verið áhyggjulaus varandi Kvolin. Ég var svona að koma að þessu að. Varðandi bæta íþróttaaðstöðuna þessu sem búið að svara því, ég held að séu öll framboð sem eru fylgjandi því og við þurfum bara að eiga gott samtal og samráð við alla hlutiðandi af því að það náttúrulega algjör fásinna að fara í einhverju uppbyggingu sem á ekki eftir að nýtast. Teku undir það með Tómasi varðandi byggingu fjölnota íþróttahús eða knattspyrnuhallar eða hvaða nafn við setjum á það. Það framkvæmd sem í dag við ráðum hreinlega ekki við. Það framkvæmd upp á milljarða og bara eitt dæmi, höllin á Selfossi sem ekki fullur völlur og hún kosti á þeim tíma fyrir 4 eða 6 árum þá að verða með 2,5 milljarðar. Þannig að ég held við séum ekki alveg á þeim stað í dag en mögulega hver veit þegar við förum að hafa tekjur af ferðamannastöðunum kannski eigum við þá í sjóði líkt og þar sem fótboltahallirnar á landsbyggðinni, það hver ein og einasta fjármögnuð af útgerðinni. Þannig að ferðaþjónusta gæti verið okkar útgerð. En að sjálfsögðu við eigum að byggja upp og byggja frábæra aðstöðu. Við erum á leiðinni, ég þarf svo sem ekkert meira, ég þarf bara að æfa mig á körfuboltavellinum af því ég tapaði fyrir prestinum, en þannig að ég verð þar. Tjaldstæði, við auglýstum það fyrir 2 árum, auglýst laust til útlegu, við erum bara með 1 tjaldstæði okkar konni í dag, ekki á Hamragörðum, ekki í skógun lengur. Það tjaldstæði hér á Hvolsvelli, auglýstum þar og það aðili sem sér reksturinn af því, þannig að við í rauninni komum ekki þar að, en vonandi verður það og tjaldstæði vinsælt og hefur verið vinsælt í gegnum tíðina og vonandi verður þannig áfram. Varðandi bílastæðagjöldin, ég sé það líka að við þurfum að upplýsa foreldra okkur betur hvað við erum að gera og gefa þeim betri upplýsingar en þetta náttúrulega, fyrir mína parta ég algjörlega sammála, það leiðilegt að geta ekki farið, við sem íbúar og allir íbúar geta ekki farið á staðina sína og sýnt, það var frábært náttúrulega að nýta COVID-tíman í það líka þegar við vorum eini í heiminum en það bagalegt og í dag í rauninni ekki nein lausn á því, það hægt að varpa fram hvort það sé hægt að gera það með svipuðu móti og við innheimtum rotþróargjöld eða fráveittugjöld og þessi innheimt 500 krónur á hvern íbúa í fasteignagjöldum sem sé einhver náttúrupassi fyrir íbúa Rangárþings eystra. En nú ég að tala bara í rauninni af ábyrgð, sem sagt ekki af ábyrgð, ég veit ekki hvort þetta hægt. En það má vel skoða en samt sem ári ég sáttur við þessa gjaldtöku og hún hafin af því að ég sé ekki lengur opsjónur yfir peningunum ykkar í að reka þessa staði. Nú eru þessi staðir sjálfbærir. Vegarspottin í Múlakoti, hann ægilegur og hefur verið ægilegur alveg frá byggingu og ég held að svo sem því miður að hann sé ekki á næsta dagskrá vegagerðinni, því miður að hann stórhættulegur en það eins og hefur komið fram, við þurfum að gera stóra átak og ég held að í núverandi fyrirkomulagi þá ekkert að fara að gerast, alveg sama, jú við náum einu og einu í gegn en við fáum litla áheyrn. Ég held að við þurfum að tala betur við þingheim, það væri frábært að vera með þingmann eða ráðherra fyrir austan Þjórsá til þess að fá áheyrn. Ég held að staðan bara þannig í dag, samgönguráðherra í dag, það þarf engan geimvísindamann til að sjá hvert fé til samgangna fer í dag, það fer bara nánast í eitt kjördæmi.
Þannig að ég held að það myndi skipta sköpum og ekki það að við setjum svo sem fram núna líka, við viljum prófa og henda fram verkefni hvort að Vegagerðin og ríkið sé tilbúið í verkefni með okkur að við tökum þessa vegspotta yfir, við ákveðum forgangsröðun að fáum umtalsvert fjármagn inn í verkefnið og sjáum uppbyggingu á vegunum. Við ættum að geta gert það á okkar forsendum og það sem hendar okkar íbúum og fyrir mun minni peninga heldur en Vegagerðin. Hvort að þetta hægt vitum við ekki en óbreytt ástand heldur ekki hægt, þannig að við erum að reyna að kasta fram einhverjum hugmyndum. Varðandi miðbæðisvæði, þá var það einmitt bara algjörlega ömurlegt að það skildi fara svona forgörðum. Okkur leist vel á hugmyndenda sem voru komna fram. Það var, klippt á strengin leið og ljóst var að það gengi ekki upp. Það tekur allt tíma, það tekur leiðilega langan tíma. Við erum búin að auglýsa aftur eins og Rapp kom inn á og Tómas og vonandi það verður gaman að sjá, eða fyrir nýja sveitarstjórn að sjá kynningu frá viðkomandi aðila. Það á áætlun sumarsins að malbygga svæði fyrir aftan og taka það þó að sé ekki komin aðili í uppbygginguna, þannig að vegurinn verður vonandi klár í sumar. Og malaplanið á baku Hvolinn, ég rosalega fegin að þessi spurning kom upp af því að frá því að ég kom var ráðinn að fyrirverandi reyndar, það var ekki faglegur sveitarstjóri, ég veit ekki alveg, kannski hefði það verið munur ef hann væri professional sveitarstjóri, það hefði verið gert, en þetta var komið á dagskrá 2010, en ég mátti til með að stríða Ísólfi, af því að við erum búin að ætla að gera þetta lengi og þetta eitthvað sem við eigum að sjálfsögðu að gera og engin afsökum fyrir að gera ekki og vonandi þetta bara gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn og þetta verði eitt af fyrstu verkefnum. Það allavega efni í partí í Hvolnum ef hann verður ekki bókaður að fagna þegar þetta verður gert. Já, Alla, viltu bæta einhverju við? Nei, ég held sér bara flott hjá þér. Heyrðu, takk fyrir. Þá komið að síðustu lotunni. Ég sagði áðan að við myndum loka mælendaskrá klukkan 9:30 og nú klukkan að verða 9:30. En við ætlum samt sem áður að taka eina lotu í viðbót. Syndum aðeins upp á náðina. Einhver hönd á lofti? Já. Komið þið sæl, Helga heiti ég og starfa einmitt í ferðaþjónustu hér á Hvolsvelli. Mér langar að vita í sambandi við bara þorpi hérna, markaðssetningu á þessu svæði hér. Við erum hérna með keppni sem búin að vera núna ár eftir ár sem heitir Rift og alveg gríðarlega stór og stórmerkileg, bara á heimsvísu. En sveitarfélagi finnst mér leggja rosalega lítið til svona að kynna þetta bara svona í fjölmiðlum og annað þannig að Hvolsvöllur sem staður sé settur á korti, ekki bara Seljalandsfoss eða Skógar sem eru auðvitað frábært, en þeir eru á kortinu kortið er. Og við sem erum að starfa í ferðaþjónustu hér inni í þorpinu, við viljum líka fá athygli. Það skiptir okkur gríðarlegu máli. Við erum búin að vera hér í 22 ár og þetta hefur ekkert verið auðvelt. En við erum enn uppistandandi. Ég var með ykkur aðra spurningu bara, ég er bara búin að gleyma henni. Ég er búin að fá örugglega 10 en það er alla farnar. Fyrst ég má ekki hrópa. Takk fyrir. Kannski ég lætur mikrofónin ganga hérna. Halló, ég kannski, það var nú búið í að þess, Sigmar heiti ég, það var nú búið í að þess áðan hérna félagsheimilum, en fyrir 4 árum var sagt að þetta verður lagað innan tíðar. Maður ástundur leið með vörur hérna í Hvolinn, hérna eldhúsmegin, eins og ég segi, og mér er oft spurning á maður að vera í vöðlum eða hafa með þessi gúmmibát. Síðan flæðir vatnið inn úr gluggana og maður hefur sagt að starfsmenn sveitar sé að dæla vatn upp úr kjallarann. Á þetta að vera svona til framtíðar. Já, maður er orðinn mannskrísari hérna í kvöld, en það verður ekkert verið rætt okkur gamla fólkið. Mér langar að spyrja og ég er alltaf að heyra það, jú það er á að fara að byggja svona íbúð hérna fyrir
eldri borgara, en ég hef ekki séð að neitt gerist. Getið þið sagt eitthvað hvort að það sé á dagskrá hjá okkur að byggja upp einhverjar litlar íbúðir fyrir aldraða, þá sem að geta hugsað sig sjálfur en vilja kannski komast í minna húsnæði. En svo ég bara að segja að það afskaplega gott að eiga heima á Hvolsvelli og þetta eitt yndislegt sveitarfélag og það vel séð okkur eldra fólkið. Takk fyrir. Já, ég heiti Ísólfur Gylfi og nú gamall pólitískur refur, eins og þið kannski viti. En mér langaði bara fyrst og fremst að þakka þessu unga fólki fyrir að boða til þessa fundar og ég hveti mjög til þess að þegar búið að kjósa að standa saman því að það skipt mjög miklu máli. Svo mikið tala hér íþróttaaðstöðu og ég einn þeirra sem mjög duglegur að stunda íþróttaaðstöðu hér, bæði í ræktinni og sundlauginni og fleira og ég myndi bara hvetja ykkur góðu félagar hér allt í kringum mig að nota þessa aðstöðu betur. Það sára sjaldan sem að lendir ykkur vandræðum til dæmis í ræktinni sem svona mikið rætt. Þannig að eftir því sem við notum þessa íþróttaaðstöðu betur þá náttúrulega ennþá meira freistandi að halda áfram uppbyggingu og það kannski ekki allir sem átta sig á hvað hálfur völlur. En bara kæra þakkir, við skulum bara gefa það gott klapp. Og þá komið að síðasta fyrirspyrjanda, Kristín. Já, takk. Heyriði mér, já. Allavega, ég ætla nú líka bara að taka undir og segja að, já, ég heiti Kristín Þórðardóttir, afsakið mig innilega. Ég með 2 spurningar, annars vegar til B-listans vegna þess að það vakti áhuga minn punktur þar sem verið að ræða eða sem sagt að tala með auka samtal við íbúa varðandi breytingar í deiliskipulagsvinnu. Og mér langaði bara að heyra hvernig vegna þess að þetta áskorun að vekja áhuga. Hér stendur ritstjóri og ábyrgðarmaður lögbirtingablaðsins en samt missi ég alltaf af öllum deiliskipulagsbreytingum sem ég hefði kannski haft áhuga á að kynna mér. D-listinn var líka með pælingar varðandi iðnaðarsvæði, að deiliskipuleggja nýtt iðnaðarsvæði. Þannig að mér langar kannski að forveitnast, verið að tala að færa þá mögulega steypurstöðuna út fyrir þéttbýlið eða hvað við að tala um? En svo ætlaði ég bara líka að taka undir með Ísólfi Gylfa. Ég ætla að rósa þessu fólki sem hér upp á sviði. Það þakklátt þegar fólk gefur kost á sér til að vinna fyrir samfélagið. Og það ekki sjálfgefið og við að vera þakklátt fyrir þetta fólk. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá mælendaskrá lokað og ég býð N-lista að byrja á því að svara. Já, bara takk fyrir þessar spurningar. Varðandi kannski markasetningu Hvolsvallar, ég held að einmitt svona viðburður eins og Rift, ég held að bara svona hluti kannski taki tíma. Ég held að við fáum alltaf meiri og meiri umfjöllun og bara Hvolsvöllur sé að stækka. Já, ég held svo sem bara kannski sem svona starfandi í ferðaþjónustu í sveitafélaginu, ég held að kannski við bara ferðaþjónustu aðilar bara getum unni miklu meira saman. Ég starfaði í Mýrdalnum í 8 ár. Þar var einstaklega góð samvinna milli aðila í ferðaþjónustu og ég held að við bara þurfum svolítið að sparka í okkur sjálf og standa betur saman í því sem við erum að gera í ferðaþjónustu á svæðinu. Vöðlur eða gúmmíbátur. Já, ég svo sem bara eins og við ræddum áðan, þetta eru að hafa verið í sveitastjórn í 4 ár og maður svona kynnist svolítið bara strúktúrnum og því sem að gerast. Okkur að fjölga, fjárfestingar að stækka og verkefnunum fækkar ekki. Mér finnst kannski við þurfum að reyna svolítið að ná einhvern veginn betur utanum þessa litlu hluti. Það
ansi margt sem að við getum verkefni bara allstaðar í sveitafélaginu sem þarf að laga eitt og annað, og ég held að við þurfum svolítið bara eins og með framkvæmdasviðið okkar, þar eru allir á fullu allan daginn, alla daga, og ég held að við þurfum að skoða það hvernig getum við svona kannski byggt það upp. Þú veist, getum við nýtt okkur einhverja tækni eða kerfi til þess að halda betur utan þessa litlu hluti. Ég held að þar séu fullt af tækifærum og þannig að við svona höldum fleiri boltum á lofti. Auðvitað dettur alltaf eitthvað út af borðinu, en við þurfum bara að reyna að gera betur þar. Með gamla fólkið og íbúðir, ég held svo sem kannski þetta hefur ekki verið í umræðinu, en ég held að deiliskipulagið sé svo sem til staðar þarna, hjá Kirkjukóli, og ég veit ekki hvort að það er þá einhver einkaaðili sem þurft að koma og sjá sér hag í að byggja íbúðir, en líka svo sem er ánægjulegt að það er að fjölga litlum íbúðum sem er í byggingu hér í sveitafélaginu, og ég held að það sé líka bara gott bæði fyrir ungt fólk og eldra fólk að nýta það. Og ég bara tek undir með gamla refnum Ísólfi að ég held að bara samvinna í sveitarstjórn skiptir miklu máli, og hún hefur verið bara afskaplega góð, og við höfum getað bara rætt málin opinskátt og í hreinskilni, og ég bara vona að sú sveitarstjórn sem að taki við bara muni halda því áfram. Það er bara afskaplega mikilvægt. Iðnaðarsvæði, ég held að sé svo sem bara væri gaman að skoða svæðið sem sagt bak við Ormsvöllinn, að taka eitthvað af þríhyrningnum þar. Mætti bæta við einhverjum lóðum, það kannski svona liggur beinast fyrir. Með steypustöðina, ég held að steypustöðin hún er í uppbyggingu og lokað kerfi, og þegar hún verður klára, ég held að hún verði bara ágætt þar sem hún er. Þetta er einn af þessum mikilvægu innviðum í sveitafélaginu sem að skiptir okkur öll miklu máli við uppbyggingu í því. Já, bara, við fáum það ekki tækifæri og eftir aðeins til að kveðja. Já, ok, takk. Listi. Takk fyrir það. Aftur mjög fína spurningar. Helga, varðandi markaðssetningu, þá The Rift, að sjálfsögðu, við erum gríðarlega stolt af þessari keppni, þó svo séu svona sumir sem ekki eins hrifnir af götulókunum og aðrir, en við getum tekið það síðar. En við getum gert miklu betur, og við prófum reynda fyrir 2-3 árum að auglýsa eftir samstarfsaðilum, og ég held að þið hafi nú verið einmitt fústir samstarfs að gera eitthvað meira í kringum hátíðina. Og það er eitthvað sem við þurfum að gera aftur, en ég held að vísu ég veit bara fyrir víst að til dæmis eins og gisting og annað, hún er náttúrulega uppseld nú þegar í kringum keppnina. En bara við getum gert betur í markaðssetningu, og þar getum við hjálpast að, og við getum náttúrulega nýtt þá markaðssetningu sem fyrir eins og Markaðsstofu Suðurlands sem verður þáttakendur í og fleira. Og svo held ég að við séum líka öll sammála það að bara ríkið og Ísland þarf að fara í rauninni í öfluga markaðssetningu núna. Við erum að tapa, eins og kom fram, vitna aftur í áhugaverðan fyrirlestur með Samtökum ferðaþjónustunnar í gær. Við erum bara að tapa fyrir Noregi og Finnlandi í þessari samkeppni. Þau lönd hafa upp á svipað og bjóða og við, svipað möguleika sem snúa mikið af norðurljósum og fleira, og þau eru bara að ná að selja sig. Markaðssetning, og svo eru þau kannski helmingi ódýrari líka, þannig að það er auðvitað erfitt, en þess vegna er markaðssetningin þeim mun mikilvægari. Sem í félagsheimilin, ég vona að við þurfum ekki að fara í vöðlum, vonandi græjum þetta bara fljótt og vel. Ég held reyndar að kjallarann hér hafi sloppið, að flættin í kjallarann í Gunnarshólma, og það þurfti að rífa á honum öllum, það stíflaðist þar niðurfall. En það er eitthvað sem við þurfum bara að gera. Varðandi eldri borgara og íbúakjarna, þetta er góð fyrirspurn, og þetta kemur iðulega einmitt í umræðu við eldri borgara. Þetta er kannski eitt af þessu líka sem er ekki beint að forræði sveitarfélagsins, en eins og Tómas kom inn á, við erum klár með skipulag og við þurfum að fara að huga að því að opna á byggingu eða lóðir fyrir 60+. Þau kannast við það að Sólbakkinn á sínum tíma, hann byggðist mjög hratt af einkaaðilum og bara seldist. Við eigum klárar lóðir á Kirkjukólsreitnum, og það þurfum við bara þá að rífa í gang.
Já, og takk fyrir hrósið varðandi eldri borgarna. Við erum afskaplega, og ég tala fyrir hönd allra sveitarstjórnar, stolt af því hvað við náum að gera vel og stolt af því hvað eldri borgarar ná að nýta það fjármagn sem við frá héraðsnefnd gríðarlega vel og hvað er öflugt félagsstarf. Ísólfur, gaman að heyra hvatninguna, samvinna, hún er lykilatriði. Það er bara klárt og okkur hefur borið gefið til þessu kjörtímabili, hún hefur verið góð. Tómas hefði nótt að svara, hann er meiri fótboltakall en ég. Hvað er hálfur völlur? Það er hálfur fótboltavöllur. Herðu, iðnaðarsvæðið, það hefur komið til tals sem þetta færa það sem sagt í rauninni yfir ölduna. Hesthúsasvæðið er víkjandi, það hefur ekki verið rokið að stað í það enn sem komið er að kaupa upp þau hús og hvenær það verður, en svo á síðasta kjörtímabili var náttúrulega fest í sessi nýtt iðnaðarsvæði hérna úti í Stórasvelli. Það er ekki að ganga upp, það er á einkalandi, en við höfum átt í viðræðum við aðra aðila varðandi mögulega staðsetningu í nágrenni við Stórasvell og þá er verið að tala þyngri iðnað. En ég tek samt sem áður undir með Tómasi, það er verið að byggja upp steypustöðina núna þar sem hún er og ég held að staðurinn sé ekkit galinn ef að umhverfið er í lagi og hún er vel uppsett. Við getum tekið sem dæmi á Akureyri þegar flestir fara upp í Hlíðarfjall og Akureyri á skíði. Þar stendur steypustöð við hliðina á mjólkurframleiðslu, bara í næsta nágrenni. Fleiri stöðum, Vestmannaeyjum er steypustöð nálægt veitingastöðum. Þannig að það er en það þarf að vanda til verka og þetta þarf að vera í lagi. Og auðvitað ætti steypustöð betur heima á þannig svæði. Já, takk fyrir hrósið. Það var ekki meira frá mér. Alla, vilt þú bæta við? Kannski bara örlítið. Kári var búinn að nefna en á fundinum í gær með samtökum, var ekki fyrirtæki ferðaþjónustu, þá kom alveg skýrt fram að þeir eru að pressa á ríkið að fara í svona auglýsingaherferð og að í samanburði við önnur ríki sem við berum okkur saman við styrkir víst ríki ferðaþjónustur mjög lítið, þetta kom mér svolítið á óvart. Þannig ég held að við höfum bara að leyfa þeim að argast í ríkinu og svo langar mér að þakka fyrir öll hrósin. Þá er það B-listinn. Já, takk fyrir og takk fyrir góðar spurningar. Varðandi ferðaþjónustu og markaðssetningu þá klárlega má gera betur. Ég held að sé nú samt mikilvægt að þá komi ferðaþjónustu aðilar með skýrum hætti að þeirri vinnu. Þeir vita best svona hvernig þeir vilja markaðssetja sig og annað, þannig að það þyrfti kannski að koma svolítið frumkvæði finnst mér þaðan, þó að mér finnst sjálfsagt að sveitarfélagi taki þátt í slíku verkefni. En það er yfirleitt best að frumkvæðið og hugmyndirnar komi hjá hvað ég segja, gerendum eða þeim sem eru sjálfir í starfseminni. En ég er að sjálfsögðu tilbúin í samstarf og samtali um markaðssetningu á sveitarfélaginu okkar. Já, vöðlur eða gúmmibát sem þetta er allt spurning, vonandi duga nú vöðlurnar svona í nánustu framtíð allavega. En þetta er svo sem bara það sem ég hef komið inn á áður, við þurfum að gera betur í viðhalds og svona umhirðu verkefnum með eignirnar okkar og annað. Og það er af ýmsu að taka og þetta er bara eitt af þeim verkefnum sem við þurfum að setja á listan og bara vinna hraðar og skipulegar. Það er bara þannig. Já, íbúakjarni fyrir eldri borgara. Anton Kári svo sem svaraði þessu ágætlega bara áðan. Ég held ég hafi svo sem litlu við það að bæta nema við viljum bara koma þessu á stað og þannig að þetta verði valkostur. Og Ísólfur bara takk fyrir hvatninguna. Kristín, meira samtal varðandi skipulagsbreytingar sem við erum með í stefnuskrán okkar. Nákvæmlega hvernig við útfærum þetta og hvernig við gerum þetta, það er svo sem verkefnið, en það er fleiri en þú sem missa af þessu í lögbirtingablaðinu og manni finnst allt og oft að það komi fólk í eiginlega opna skjöldu þegar að framkvæmdir hefjast og við þurfum að leita leiða til þess að íbúar séu betur upplýstir á fyrri stigum og veiti því athygli þegar þeirra tækifæri er til að gera athugasemdir. Ein leiðin á að eru íbúafundir fleiri skipulagsmál. Ég veit það ekki. Ég til að skoða allar hugmyndir en mér finnst bara mikilvægt að skipulagsmálin eru gríðarlega fyrirferðarmikill málaflokkur í sveitarfélaginu.
Það allt á fullu í hóteluppbyggingu og öðru tengdu ferðaþjónustu og íbúðabyggð. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við reynum að efla samtalið og upplýsingagjöf til íbúana og þeir verði meira meðvitaður það sem í gangi í skipulagsmálum. Svo verkefnið hvernig við gerum það og ég ekki með skýrt svar við því, Kristín, en mér langar samt að gera þetta og teka á móti öllum hugmyndum. Þú nefnir líka iðnaðarsvæði. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fara að finna iðnaðarsvæði. Það búið að taka oflangan tíma hjá okkur. Það var byrjuð að vinna á þar síðasta kjörtímabilin og undan núverandi að huga að iðnaðarsvæði fyrir grófan iðnað. Og við verðum að fara að finna lausn í þessu og í mínum huga, því að steypustöðin nú nefnd hérna sérstaklega, í mínum huga klárt að hún á heima á svoleiðis svæði og þessi grófi iðnaður, því að það nú bara þannig að Ormsvöllurinn sem einu sinni var iðnaðarsvæði, að hann nú eiginlega orðið meira verslun og þjónusta í dag, þannig að þetta á bara ekki samleiða mínu mati, þannig að ég vil absolutt fá svona starfsemi á nýtt iðnaðarsvæði sem við verðum sem fyrst að koma í gagnið. Og já, takk líka fyrir hrósið, Kristín. Stóð ykkur að bæta við? Jæja, þakk ykkur fyrir. Þetta nú gengið nokkuð vel, það ekki? Ef við ekki að gefa það gott klapp. Og þá komið að lokakaflanum. Nú ætla þau að fara að strá skrautinu sínu á kosningakökuna. Hvert framboð fær 2 mínútur og við byrjum á N-listanum. Gjörðu svo vel. Já, bara ég ætla ekki setja tíman alveg strax á stað. Bara byrja á að þakka ykkur öllum fyrir þennan fund og bara gaman að eiga þetta samtal og fyrir kosningar. Þetta skemmtilegast tíminn að heimsækja fólk og ræða við það og bara svona synd og skömm að maður gerir það ekki oftar. Það nú bara þannig. En já, svo sem við höfum rætt margt í kvöld og svo sem mörg önnur mál sem að kannski við, já, hafa ekki verið rætt í kvöld. Það svo sem kannski eins og bara dreifbílið að einhverju leyti. Við höfum fengið töluvert fyrirspurni varðandi börnin í dreifbíli og hvernig við getum svona bætt þjónustuna þar, eins og varðandi líka eldri borgara sem vilja búa heima úti í dreifbílinu, unga fólkið, sérstaklega ungmennin, okkur að við erum á réttri leið sem bara mjög gleðilegt. Og ég held bara að við séum að mjakast í það að búa til gott samfélag og sem verður bara, við höfum öll tækifæri til að gera betra til framtíðar. Líka svo sem málefni fatlaðra voru svo sem ekki rætt í kvöld en það málaflokkur líka sem við bara þurfum að halda áfram að vinna í. Eins og Anton Kári kom inn á viss mjög gott góðu vinnustaður og gaman að fara þangað og eins þær íbúðir sem verið að fara að byggja. En bara fyrst og fremst takk þið öll fyrir að koma í kvöld og ég vona að þið hafi bara nóg að hugsa núna fram á laugardaginn og það verður bara erfitt val fyrir ykkur. Bara takk fyrir okkur. Þú stóðst þig vel, Tómas, þá það D-listinn. Já, takk. Heyrist. Eitt fyrst, Kristín Þórðar, hvernig fáu búkollu aftur svona varðandi auglýsingar og deiliskipulagi, ég veit, eitthvað séns að fá það til þess að deiliskipulagsauglýsingarnar, búkolla, var það ekki alveg málið? Blaðið búkolla. Já, við söknum hennar. En já, takk fyrir þetta og takk fyrir góðan fund eins og Tómas búinn að segja, það var margt sem hefur ekki verið rætt en við bara hlökkum til að fá að ræða það næstu daga vonandi. En við hjá D-listanum við viljum halda áfram þessari góðri vinnu sem búið að vera í sem sagt á síðasta kjörtímabili og búið að vera nefna svolítið hér.
Við lofum vinnu í hag allra íbúa. Á listanum góð blanda af nýjum andlitum og aðeins þekktari. Víða á sveitarfélaginu. Ég sjálf, búandi langt frá þéttbýlinu, við endan á löngum og stundum holóttum afleggjara, þekki mikið af þessu vandamálum sem búið að ræða hér í kvöld. Mörg þeirra eru alls ekki á forræði sveitarfélagsins en að sjálfsögðu lofum við því að beita okkur í þágu allra. Eins og komum fram þá teflum við fram sveitarstjórnarefni, heimamanni sem við treystum til að vinni í þágu allra íbúa. Undir stjórn nýra sveitarstjórnar náum við kjöri og við bara óskum eftir ykkar stuðningi á laugardaginn. Takk. Og þá að lokum það B-listinn. Takk fyrir. Kæru kjósendur, takk fyrir góðan fund. Við í B-lista eru þakklát öllum þeim íbúum sem hafa tekið samtalið við okkur á undanförnum vikum og með þeim samtölum hefur við náð að búa til okkar stefnuskrá. Við erum stolt af málefnaskráni okkar og munum standa með málefnum okkar í góðu samráði við íbúa. Kæru vinir, komandi helgi verður gengið til kosninga. Eins og þið hafið tekið eftir eru breiðar línur þær sömu hjá öllum framboðum. En það vissulega blæbrigða munur. Kosningarnar á laugardaginn snúast ekki síst það hverjum þið treystið til þess að stýra sveitarfélaginu, til þess að koma í framkvæmdum, nauðsynlegum innviða, framkvæmdum og endurvekja hagsmunagæslu gagnvart ríkinu fyrir okkur íbúa. Við teljum að þessum hlutum hafi ekki verið sinnt með viðeigandi hætti og bjóðum fram krafta okkar til nauðsynlegra breytinga. Við höfum sýnt það að við látum verkin tala þegar við höfum setið í meirihluta. Og svona eftir það sé eins og sé smá samráð hérna í gangi vegna þess að það kom upp hjá þeim hvort að Anton Kári yrði þeirra oddviti eða sveitarstjóri í áframhaldandi samstarfi N&D. En þið megið hafa þetta í huga. Í það minnsta kæru íbúar viljið þú sjá breytingu og bætta hagsmunagæslu öllum til hagsbóta. Þá setur þú XVB á laugardaginn. Takk fyrir okkur. Takk fyrir, já, gefið þeim öllum gott klapp. Þetta slætaði. Já, þá komið að lokum þessa fundar. Glöggt gests augað. Þetta föngulegur hópur hérna og virkilega búið að vera gaman að vera með ykkur hérna í kvöld. Og góða spurningar. Og ég vil bara lokum óska ykkur öllum góðs gengis á laugardaginn. Og muniði að ganga á kjörstað eins og frænka mín Kristín Bjarnadóttir í Meiritungu sagði að það lögbundin skylda að mæta á kjörstað og greiða atkvæði. Hún mundi eftir þeim tíma hún gat ekki greitt atkvæði, fékk það ekki. Munið það. Eigið góða heimferð.